12. lið lokið, 13. liður tekur við, sem að frá álistanum þessum óskæðir eftir umræðum og stöðu eftirtalina verkefna sem á fjárhagsáætlun 2014. Ég ætla að telja upp, það þá 13.1 fjölskyldugarður, hérna með undirbúningi hver í staðan, 13.2 göngustígar á Hellu, 13.3 viðbyggingu í Lund, 13.4 sögurritun Hellu, hver í staðan og hver í kostnaði vegna vinnu frá 1. síðastliðum, hvenær áætluð útgáfa, 13.5 viðbyggingu í grunnskólanum á Hellu, fjárhagsáætlun byggingar og núverandi kostnaður, 13.6 ljósleiðar og netsamband í sveitarfélaginu. Ég ætla að gefa sveitarstjóra orðið sem að mun fara yfir það sem lagt til að framkomi. Gjörðu svo. Já, ágætu sveitarstjórnarmenn, þá það fyrsta spurningin. Fjölskyldugarður, hvernig miðar undirbúningu, hver er staðan? Og ég legg bara til að kosin verði 5 manna nefnd til undirbúningsverkefnisins. Og óska bara eftir því hvort að þið vilja koma með tillögur hvernig nefndin á að vera skipuð núna eða hvort við gerum það seinna. Það er spurning hvort að við eigum að skoða þessar tillögur bara sérstaklega áður en að haldið er á. Það er tillögum að það verði skipuð nefnd eða vinnuhópur til undirbúnings þessu verkefni og það er svo sem einnig spurningum hvort að ákveðnar nefndir eigi að eiga aðkomu að slíku verkefni eins og íþrótta- og tómstundanefnd, fræðslunefnd, skipulagsnefnd hugsanlega en þetta finnst mér að þyrfti að skoða. Ég held að það sé varla hægt að skipa þennan vinnuhóp núna eða þessa nefnd en mættu hugsanlega að gera það á næsta fundi sveitarstjórnar sem verður bara eftir örfáa daga. Fulltrúarnir myndu vilja undirbúa það fyrir þann fund en orðið er laust og Magnús hefur beðið orðið. Já, takk fyrir. Það er nú gaman að segja það að tillagan sem ég ætlaði nú að fara að flytja, hún er nánast eins og sú sem sveitarstjóri var að leggja til og ef ég bara lesa hana upp, stofnaður verði, ég sagði 4 manna vinnuhópur gerð fjölskyldugarðs sem fá það verkefni að hefja undirbúning og skipulagningu verkefnisins. Lagt til að 2 verði skipaðir röðum starfsmanna sveitarfélagsins, til dæmis skipulags- og byggingafulltrúi og fulltrúi þjónustumiðstöðvar og hinir 2 verði tilnefndir á D-lista. Hópurinn starfi undir eftirliti sveitarstjóra. Það er svona bara í rauninni sama tillega, en bara svona til umræðu hvernig við ættum að gera þetta. Það sem ég þætti svona persónulega skemmtilegast að þarna væru góðir fulltrúar íbúana og íbúarnir eignuðust verkefnið. Þetta væri ekki þannig unnið eingöngu af starfsmönnum og kjörnum fulltrúum, heldur myndu svona aðeins stíga út fyrir ramman og hafa þetta svolítið, ég segja, öðruvísi. Ég er ekki alveg hvað ég er að tala en sagði þetta að gera þetta verkefni þannig að fólk og íbúar eigi það. Það sé ekki eitthvað sem sveitarfélagið er að gera, sem oft er svona eitthvað svona það ábyrgð sveitarfélagsins og þeir þurfa að gera þetta fyrir okkur, en ef íbúarnir getur verið hluti af þessu verkefni. Það finnst mér langskemmtilegast. Takk Bíli. Takk fyrir það. Mín skoðun er svo að þeir sem myndu veljast til þessa verkefnis þurfa að hafa brennandi áhuga fyrir málum. Þetta sé ekki eitthvað sem að einhverju bara settur í því svona heldur vegna áhuga viðkomandi á að láta til sín taka í þessu og sem væri góður fulltrúi úr íbúahópi sveitarfélagsins. Drífa þetta. Já, ég legg til að starfsmenn sveitarfélagsins verði ekki í nefndinni, heldur kallar til nefndinni til aðstoðar
en að það sé verið að velja fólk sem hefur brennandi áhuga að tekur undir það. Með oddvita það þarf að vera þannig og eigum við ekki bara að koma með getið þið ekki bara senda á mig tillögur hverja þið vildi sjá í nefndinni og ég mun þá leggja það fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Gótt mál. Ég vil þá að segja það niðurstöðun að þetta sinni. Steindór. Það er mjög gott. Það mætti líka alveg að kalla, það væri kannski ekki í nefndina, mætti kalla til skólabörn, leikskólabörn, einhverja fulltrúa ef við veitum hvernig að hugsa það en allavega við þau eru skólarnir, bæði skólinn og leikskólinn er náttúrulega okkur sem eldri erum til fyrirmyndar í umhverfismálum allavega. Það er lítið meira til þeirra þannig að það verður gaman að fá þeirra vikla inn í þetta. Takk fyrir. Takk. Margseftir. Svo er líka ein hugmynd það að auglýsa á heimasíðunni eftir áhugasömu fólki. Ég veit ekki hvort fólk vilja endilega verið í þessu starfi sem einhverju fulltrúar einhverja lista. Bara að þetta séu íbúar sem áhugasamir íbúar. Það væri alltaf svona gaman að pröfa. Magnús. Það er eitt sem ég myndi bara eftir sem að því nú stjórnsýslan hún vefst svolítið fyrir okkur stundum að við samþykktum þessa tillögu fyrir nokkru síðan september 2012 og formanni íþróttanefndar og formanni atvinnumálanefndar falið að vinna verkefni í samráði við sveitarstjóra og ég veit það bara að held ég vitið að það hefði ekki verið gert þannig að þetta sem sagt þetta er þarna laust í loftinu sko þetta er ákvörðun og svo ætlum við að taka aðra ákvörðun ofan í hana og það þarf þá bara að gera grein fyrir því. Ný ákvörðun tekur yfir ákvörðunum. En vegna Steindórs að kalla til skólabörn, það er bara væri frábært og ég myndi ætlast til að vinnuhópur af þessu tagi myndi kalla til íbúa og þar með börn og skólabörn, grunnskólabörn og leikskólabörn aðra til þess að taka þátt í einhvers konar hugmyndaflugi eða hugmyndasmiðju slíkan garð. Þetta er eins og Magnús kom inn á verkefni sem á að vera verkefni íbúana alfarið og garðurinn á að verða eitthvað sem að íbúarnir hafa búið til sjálfur. Þetta er komið til meðal annars í gegnum svona sjálfboðaliða starfað einhverju leyti eða önnur framlög beint frá íbúum eða hópum íbúa. Þannig að þetta á að verða bara, svona verkefni á að vera skemmtilegt og þannig að allir vilji taka þátt í. Þess vegna er svo mikilvægt að þetta fá ekki neitt pólitískan plan eða þannig yfirbragð. En segjum við þetta gott í bili og við stöfnum að því að skipa vinnuhóp á næsta fundi. Þá liður 13.2 göngustíga velli, gjörðu svo vel drifum. Já, fjárhagsáætlun 2014 er áætlaðar 2 milljónir í lagfæringar á göngustígum. Það verður ekki verið unnt að fara í framkvæmdir vegna bleitu og klaka ennþá. En það er gert ráð fyrir að samþætta yfirborðsfrágang göngustígana við önnur stærri verkefni í gatnagerð, meðal annars kringum hótelið sem er að rísa á gaddstaflötum til þess að ná sem mestri hagkvæmni. Vísa til samþykktar okkar hér á undan líka að það er þá ákveðin göngustígur og gönguleið sett í forgang. Voruð lustum þessa? Já, ég samanlega þessu það bara þegar við settum þetta á dagskrá þá vissum við ekki að hínu það getur vísað þess vegna í það. Ég hef alltaf að hafa þetta með þess að þetta verið samþykktar á fundinum í lið númer 6. Þá er það lundur. Liður 13.3 viðbyggingu Lund. Stjórnarformaður Lundar og formaður byggingarnefndar Lundar sem er Eydís Indriðadóttir, oddviti Ásarhrepps, hafa verið í sambandi við velferðarráðuneytið og
við erum að byrja eftir svörum frá það. Orðið er lust. Þetta, Guðfinna Djórsson. Já, þetta er náttúrulega sko mjög mikilvægt mál fyrir þá sem að náttúrulega er á lundi og þurfa að vera á lundi að þetta vinnist hratt, þannig að þess vegna erum við nú bara svona að spyrja hvort það sé eitthvað nýtt komið og en ekkert sko, það er alltaf þessi svar sem það sé verið að bíða eftir ráðuneytinu þá í rauninni sko, það er búin að vera núna í nokkra mánuði sko, þá ekki, þetta ekki að koma, það ekkert. Drífa Djórsson. Ég get bara aðeins sagt að ég er bara ít á eftir ráðuneytinu eins og ég mögulega get, en ég get náttúrulega ekki sagt þeim fyrir verkum, ég hef ekki boðvald yfir þeim, þannig að það bara kemur þegar það kemur. Ég býst við að reyna að fara á fund í ráðuneytið mjög fljótlega og til að ýta enn frekar eftir þessu. Ég er búin að vera bæði ég og Eydís höfum verið að ýta á eftir þessu. Það hefur verið haft á orði sko að það er eitthvað til hægfarar, meira hægfara en snígill þá myndi að fara fram úr ákvarðan að tökuferli í ráðuneytinu því svo hæggengt er það en þannig er það bara og það er því miður ekki hægt að ráða við það en ég veit að sveitarstjóri hefur verið í sambandi við ráðuneytið og segja bara oft og títt og ítt á að ráðmálinu verið gengið. Já, það er bara vonandi að það sé þá í lagi með sko þá sem buður læstbjóðanda í verkið. Er það einhver hætta á að það þeir geti ekki beðið eða þótti þetta svona hagstætt tilboð held ég. Hvernig er sú staða? Þarf að bjóða aftur út þá eða? Já, þetta er meðal annars það sem að Leifur Benediktssyni var falið að skoða í ráðuneytinu fyrir áramót og lengra er málið ekki komið. Það er statt hjá honum. Það hefur ekki komin einn tilkynning frá viðkomandi verktakum sem drægir sér tilbaka. Nei, og það hefur engu tilboð verið tekið en einu hafna sko. Þannig að það bara. Það var að liða fyrir ekki ástæðan? Já, það er bara vonandi að dropinn hóla steinin, það er bara vonandi að það verði svo leiðir á sveitarstjóri í ráðuneytinu að það fari kannski svarinni. Það er að gera að nutta bara virðist þurfa að nutta þá nógu mikið í þeim og það vonandi að það verði gert, það er bara eitthvað að koma frá þeim. Þá var að liða 13.4, sögur utan höllum, staðan að byrja kostnaður, svo framvegis. Og svarið við þess er þannig, samkvæmt samningi og söguritara eru áætluð skil á handriti í sumar. Engin kostnaður hefur verið greiddur eftir 1. desember síðastliðinn og fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að bókin komi út árinu 2014. Orðið laust. Já, þá koma sem sagt þá að prentana, mér fer það í prentun sem sagt 2014 og þú segir engin kostnaður, þá engin kostnaður greiddur, þá ekki verið að vinna núna sem sagt við bókina eða þá passa á kostnaður sem núna hlýst að þessu þá innifalinn í hinu, verður ekkert meira greitt. Það eru söguritara þá, er hann þá búinn sem sagt með sitt verkefni? Bara svona fá upplýsingar það? Drífa Djórsson. Söguritari ekki lengur á launaskrá hjá Rangárþingi Ytra en er að ljúka við sitt starf. Það með lítilsháttar kostnaður koma á þetta en ekki launakostnaður. Já, meinar bara útlagður kostnaður? Já, bara útlagður kostnaður. En núverandi vinna söguritara er þá innifalinn í því sem búið var að greiða á því. Er þetta í rétt skilið? Já, það er samkvæmt samningi.
sem að var kynntur ykkur þegar hann var gerður. Er það þá rétt skilið sem það núverandi vinna sem söguritari að gera? Það ekkert greitt meira fyrir það, það inn í hinum þá, er það alveg öruggt? Ég bara vísa í samningin sem að var gerður við söguritara, þar sem að hún ekki lengur á launaskrá, en það þarf að greiða kannski eitthvað kostnað, útláðan kostnað sem að hún verður fyrir á þessu mánuði þangað til að hún er búin að skila. Já, en eins og kom fram, það ekki frekar í launagreiðslur. Nei, ekki launagreiðslur. Já, það komið fram og þá næstliðið 13.5 viðbyggingu í grunnskólanum Hellum. Já, það tilboðsfjárhæð Rangár EHF í bygginguna við skóla var rúmlega 12,5 milljónir króna. Þar af voru greiddar krónur 1.882.500 á árinu 2013, þannig 10,6 milljónir koma til greiðslu á þessu ári 2014. Samþykkt fjárveiting til grunnskólans 2014 eru 25 milljónir, þannig að 14,4 eru til ráðstöfunar í önnur verkefni í skólan. Einhverja því hefur þegar verið ráðstafað í útitröppur og önnur minniháttar aukaverk tengd nýbyggingunni sem ekki voru í útboði, en það ætti að vera nóg eftir til að ljúka lagfæringum á elsta hlutanum, það að frátöldum ganginu. Voruð þið laust? Steindór, það svo? Bara geta þess að þetta kannski þessi fyrirspurn tilkomin að vegna, kannski til að upplýsa það okkur og íbúa, en það var tilkomið vegna þess að við fengum þessa fyrirspurn senda. Þannig að væntanlega skýrir þetta gott mál og allt á áætlum, þannig að fyrirspyrjandi fær þá ágæti svör með því. Takk fyrir það. Takk. Fleiri sem vilja? Nei. Takk til máls. Svo ekki, þá næstliðið 13.6 ljósleiðar og netsamband. Já, þetta mál sem Haraldur Birgir Haraldsson, skipulagsfulltrúi, hefur verið með á sinni könnu og það að því að segja að það viðræður hafnar við nágrannasveitarfélögin samvinnu í þessum málum. Einnig hefur verið rætt við Þórhall Ólafsson hjá Neyðarlínunni þeirra aðkoma því að bæta skilyrði í sveitum, verið að skoða kostnaðarhlutdeild, annars vegar ef lína sett í jörðu og hins vegar ef sendingar fari gegnum östur. Voruð þið laustum? Þetta svo Dörsvöld Magnús. Já, þetta maður veit hvað maður á að byrja þegar við tala ljósleiðar. Þetta eru næstu því jafn mikilvægt og vatn og rafmagn. En þessi, við erum með tillögur sem að senda þið núna, Drífa, og hún er ekki svona stórt yfir eins og þetta svar við erum svolítið einbeitt okkur að okkur hérna innan sveitafélags, og ef að mínar upplýsingar eru réttar þá ljósleiðari sem liggur í gegnum Þykkvabæ og það gæti verið, segjum að segja frá fyrir það, gæti orðið ódýrt að tengjast honum ef að það fengist. Skilst að Míla eigi þennan ljósleiðara og mér finnst bara ef að sveitarstjóri geti komið að því að kanna hvort að þetta sé mögulegt, kostnaðum við þá er það stór sigur ef að Þykkvabæingar fengi nú tengingu við þennan streng sem þarna liggur. En svo í tillögunni líka talað að við reynum að kortleggja það hvar þessi þörf eða hvar þessi mesta þörfin sé á háhraða tengingu, hvaða blettir það. Gef mér það, ég held að ég veit þetta, en þetta þarf einhvers staðar að liggja fyrir hvaða svæði við erum að tala um. Í tilfelli Þykkvabæjar þá held ég að það sé svona borðleggjandi, það mætti knýja á að fá að tengjast ljósleiðarann með hættir. Þannig að tillagan er ósköp einföld að kanna möguleikana og kostnaðinn við að tengja Þykkvabæinga við ljósleiðara sem liggur í gegnum þorpið
Jafnframt verði gerð úttekt á hvar mesta þörfin sé á betri nettengingum í öllu sveitarfélaginu. Og já, það nú svo sem ekkert mikið vera. Já, takk fyrir það sem að maður nú vitað þetta, það að svo ljóslegari liggi við bæjardyrnar hjá manni, þá getur verið óverulega dýrt að fara inn á hann. Tengipunktarnir séu mjög dýrir og svo þetta að missa hvað verið að flytja viðkomandi ljóslegar. Eða hverju hann tengist. En það að mínum mati sjálfsagt að kanna þessu mál. Það er ekkert að því. Það er heldur nauðsynlegt að vita þá möguleika sem hugsanlega kann að vera til staðar. Norðurlaust. Steindór Þórsson. Þetta getur fallið undir þarna fyrir viðræður þessar málskrifum sem þarna undan þessari tillögu, því það gæti verið að það ætti sjálfsagt á eitthvað annað við einmitt möguleika með Þykkvabæ af því að þessi ljóslegar til staðar og kannski ástæða til að kanna það sérstaklega. Það liggja ljóslegarar víðar Það hefur ekki verið talið fært að tengja inn á það vegna þess að kostnaður fyrir hvern notanda myndi verða svo mikill. Það hefur allavega verið svona skýring sem maður hefur fengið á því, en ég veit ekki og get bara að vona að það hefur breyst. Guðfinna gjör svo. Já, þetta er bara svona sem að við viljum allavega sé kannað og eins og hefur nú komið fram áður, það var náttúrulega með sölu hitaveitunnar á sínum tíma Rangæinga lagður, eða Orkuveitan hefur lagt ljósleiðara hér Hellu og eðlilega þá kannski vilja náttúrulega allir hafa góða tengingu, þannig að það er ágætt að kanna þetta og það var náttúrulega að það er svona ljósleiðari víða, það má svo sem bæta því við að Þykkvabæ þessuna og víðar það sem er ljósleiðari, þessuna kanna fleiri staði, þannig að við getum svona kannski bæta því þannig inn í tillöguna. Þessi kannaði í Þykkvabæ og það sem... Það þá ekki að breyta orðalaginu? Eða það þarf kannski ekki að vera hvað finnst ykkur það? Að bæta því við. Einnig þá á þeim stöðum þar sem að ljósleiðari er í jörðu, það ekki, bæta því bara við. Tegnum þorpið og öðrum þeim stöðum þar sem ljósleiðari liggur Já, er það ekki? Hvort það verið Þykkvabæinga eða svona... Þykkvabæjar? Sko, að kanna möguleika á kostnað við að tengja Þykkvabæinga. Mér finnst það svolítið... Þykkvabæ, fyrir ekki. Já, er það ekki? Það var að passa sig á þessu. Hvernig maður segir þetta? Þetta er eitthvað að við skrýtum hérna Þykkvabæ. Ég vil ekki heita það. Þetta er bara bakar. Svona. Nei, þarna eftir í gegnum þorp. Þykkvabæði ljósleiðarinn liggur í gegnum þorpið Og annar staðar þar sem ljósleiðari liggur. Já, kannski bara taka fram, þetta er svona, ef að upplýsingarnar eru réttar það, hvað þetta liggi svona nálægt byggðinni eins og talið er. Mér finnst einhvern veginn með nýju tækninni að þetta hljóti alltaf að verða kannski aðeins auðveldar í dag en var í gær. Já, þetta er þetta sem var nú að tala á það. Jæja, þá er þetta vandalega komið og þarna liggur fyrir tillaga, orðið og laust, Torfi beðum orðið. Ég náttúrulega er ekki nógu velkunnugur því hvað hann var lagður þessu ljósleiðari, en liggur hann ekki við Þorpsmiðju, er hann í gegnum Þorpið? Já, þegar sögðu að lagi í gegn hjá Hesthúsinu og það
Skal það ekki? Sem ljósleiðari líkurinn. Skal það ekki? Það væri þar. Jú. Það tekur við svona gamla... Það má kannski breyta því til þess að hafa þetta nú öðru það sem liggur við þorpið. Þetta er önnur spurning líka hvað, hann sagði mér einhvern tímann formaður framfarafélags eitthvað bæjar, sá geti maður, að þegar það var lagður ljósleiðari þarna sem kom í land einhvers stað við Landeyjafjöru, að þá hafi þykkvængar eða landeigundur í fjörunni gert það skilyrði að þeir fengju að fara inn á ljósleiðara og mér fannst einhvern veginn á honum þegar hann var að upplýsa mig um þetta hann hefði náð árangri með þetta og þeim hefði orðið ágengt og minnstu kosti að það væri einhvert samband, nú bara spyr ég veit ekki um efndirnar en hérna eru þarna 2 ljósleiðarar eða á vegum 2 aðila eða hvernig það en ef svo er ekki bara fínt að kanna málið að fara yfir það. Og ég vil bara taka undir það að það er ansi þýðingarmikið fyrir sem flesta að geta verið í góðu sambandi á þessu kerfi því að þetta loftsamband sem er núna er ansi hvimleitt og erfitt. Og líka bæta við það nú að það er loftleiðara, eða loftsambandi gildir náttúrulega bara netið, það er ekki á sjónvars aðgengi og Það er ekki sjónvarpsmerki. Það er ekki sambærilegt. Ég ber upp þessa tillögu, þeir sem geta samþykkt hana til svo að gefa merki, samþykkt samhljóða og þá hefur Margrét Ýr beðið að fá að víkja á fundi vegna Anna og hún er veitt heimild til þess fjölmenn. Takk fyrir það. Takk fyrir fundin. Sömuleiðis og skemmtun. 13. liði lokið.